Karin Óðardóttir, fyrirliði Þór Hassan að byrja. Eyjakonu koma á Þórsvöll á fimmtudaginn morgun. Hvernig leggst þetta í þig? Bara frábærlega. Ég eiginlega svo spennt að ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þig. Kannski bara þó fyrr hefði verið. Er það jákvætt? Mjög svo. Segðu mér, ef við byrjum nú bara á undirbúningnum vetur, gríðarlega mikla breytingar á liðinu, margar farið og sterkir leikmenn, nýju komið í staðinn, þú í nýju hlutverki. Hvernig er undirbúningun svona almennt búin að ganga? Sko, mér finnst undirbúningun búin að vera bara mjög fínn í allan vetur. Eins og kemur inn á, við erum búin að missa alveg gríðarlega stóra bita. En sko, ég held að ég finn það bara að það eru svo margir leikmenn aðrir búin að stíga svo gríðarlega mikið upp og bara þær eru bara komnar í nýtt hlutverk þar sem hafa stígið upp og það er bara svo frábært og svo gaman að sjá svona leikmenn ná bara að blómstra og ég held að það er bara eftir að springa alveg út í sumar. Og svo ekki bara það, svo náttúrulega eru sko að fá þessar ungu stelpur eins og Amanda og Andrea en Andrea og Anna Rakel og allar þessar stelpur, þær fá náttúrulega aukið hlutverk í sumar og þær verða vafalaust tilbúnar. Ég held það er búið að undirbúa vel í vetur. Það er náttúrulega byrjað að koma aðeins inn í fyrra sumar, stóð svo vel og hafa bara svo mikið verið að byggja ofan það í vetur og það er náttúrulega búin að spila mikið í Lengjubikarnum, sýna það alveg að þær sko þurfum ekkert að óttast að hafa þær í liðinu. Það er bara frábært. Og svo sterkt að fá Gíu tilbaka og Sandra komin að meiðslum. Já, það er, ég er komið að jákvæða í þessu viðtali en það er bara ótrúlega flott að fá þær aftur. Karin, er það ekki stefnan í sumar? Að vera jákvæður? Jú, það er einhvern veginn hefur verið nummer 1, 2 og 3 hjá sjálfur mér og ég vona að það sé svipa hugafar í gangi á hinum. En með þessar stelpur sem hún nefnir að Gíja náttúrulega bara viltist þarna hans í fyrra og gott að hún er búin að finna sig aftur og komin aftur heim, hún á að vera hér. Hún er komin í stórt hlutverk núna og hún er búin að stíga upp og alveg sinna því hlutverki eins og bara herforingi. Sandra lendir í þessum ömurlegum meiðslum og skelfilegum tíma þannig hún er mjög hungrig að koma aftur á völlinn og það verður bara frábært og mjög spennandi að sjá hana. Hún er að þýskum ættu þannig að þýska stálið nú verður það bara orðið alveg grjóthart og nú kemur hún banhungri til leiks. Já, ekki spurning, hún er búin að vinna rosalega vel úr þessum meiðslum og hún var komin af stað mun fyrr heldur en að held ég bara allir hafi reiknað með þannig að það er flott og enn sem komið hefur ekki verið neitt bakslag í þessum meiðslum sem er frábært þannig að já, hún er alveg bara getur ekki beðið eftir að byrja fyrsta leik. En segðu mig Karin, ef ég rökka því svona svipa eins og ég gerði Jóa ykkur er spáð 4. sæti af fyrirliðum og forráðamönnum. Ertu sátt í það? Áttirðu vona einhver annar spá? Ég held að það sé kannski bara svona alveg þetta er alveg bara ásættanlegt já, þú veist það við hefðum viljað fá betri úrslit í Lengjubikarnum og það er oft farið svolítið eftir þessum síðustu úrslitum og það er náttúrulega taka allir mið af því hvað við erum búin að missa. Ég held að sé kannski ekki allir að taka setja það inn í myndina að við erum búin að fá gríðarlega sterka leikmenn inn bæði að utan og svo bara þessar sem við erum búin að nefna sem við erum búin að tala og þessar ungu náttúrulega stíga upp því ég held að sé kannski ekki alveg teknar inn í reikningin. 4. sæti ég sátt þess að spá, mér finnst það bara fínt þá erum við bara svo mikið sem við höfum bara til að sanna og sýna að við erum miklu betra heldur en 4. besta lið á landinu þannig að þetta er bara okkar að afsanna og við erum svo mikið tilbúinir í það verkefni. Ert þú ekki alveg til í að leggja þetta mörgum við að afsanna þetta að þeir séu ekki 4. besta liðið? Jú, ég er búin að setja stefnuna á svona 4-5 mörk í sumar þannig að, nei, við erum svo alveg klárir í þetta það er bara okkar að sanna það og ég held að við erum alveg eftir að gera það. Þú dansar af kátunni, er það almennt með liði? Er þetta stemmingin í hópnum núna? Já, ég get alveg bara með sann sagt það er mjög góð stemming í hópnum, mórallinn er mjög flottur. Ég held að það hafi bara gerst strax eftir síðast tíma þegar við vissum að það yrði einhverjar breytingar á hópnum þá voru bara aðra sem að
bara tók á þessu ný hlutverk og stigu upp og þannig hefur bara hópurinn þjappast saman. Þannig þetta þegar maður missir svona stóra bita úr hópnum og það bara aðrir verða bara stigu upp og við höfum bara þjappast vel saman og við erum mjög góða vinkonur í þessum hóp og það skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að það á eftir að fleyta okkur langt, held ég. Jói var alveg feikilega bjartsýnn fyrir sumarið og hvernig er stemmingin á Móla? Kemur hann sæmilegur undan vetri? Ég held að hann gerir það alltaf. Ég held að hann þurfi ekkert að pæli því, hann sinnir alveg sínu. Alltaf brosandi. En allavega þú tilbúin í sumarið og þið tækir glaðar á móti IBF í fyrsta leik? Já, ég get ekki beðið, mér finnst frábært að byrja á þessum leik á móti IBF, liði sem við erum búin að vera í endalausu basli með síðustu ár bara og það allir komið með toppnóg að þessu liði og það bara, já, síðasta leikur spilum við þær í Lengjubökkunum og sá leikur tapaðist 5-4 og við erum bara heldur betur klárar í að takast á þetta lið, IBF lið og bara senda þér aftur með skotta myndi lappana til eiga. Karin, ég vona svo sannarlega að þú standir við stóru orðin. Gangi ykkur vel. Takk hérlega.